Já, komið þar á þessu. Má bara segja ykkur frá máli sem í gangi á Alþingi. Það er ekki afgreitt, en það er sem sagt frumvarp sem lagt fram af fulltrúum allra flokka nema Miðflokksins það að fyrirtæki sem ekki uppfylla 40–60% kröfu hlutfall kynja í stjórn félags að þá geti ríkisskattstjóri lagt á félagið dagsektir. Það geta numið allt að 100.000 krónur á dag. Þið sjáum að þetta er þá kannski 3 milljónir á mánuði og munar auðvitað minna, 36 milljónir á ári. Og þeir einu sem að hafa beitt sér í þessu máli hingað til eru þingmenn Miðflokksins og þá sérstaklega við Sigurður Páll Jónsson sem að sitjum í atvinnuveganefnd þar sem þetta á kemur. Og það átti nú bara svona að skúpa þessu máli með læknilega, svona fangavellu, en við lögðum fram beiðni í nefndinni við það að þetta fengi nú almennilega lögfræðilega skoðun. Þar á meðal hvort að svona þvingunarúrræði, svona lögþvingun, það sem þetta gengið með nærri frjálsri meðferð eigenda á sínum eigum, það sem ræða fyrirtæki, hvort að þetta stæðist grundvallarsjónarmið í félagarétti annars vegar og eignarrétti hins vegar. Og prófessor Stefán Már Stefánsson sem er nú landsmönnum að góðu kunnur, að hann gett frá sér eins konar bréf þetta og þar sem að hann varar í raun og veru mjög við þessu. Hann segir að gagnvart félögum í eigu ríkis eða sveitarfélaga þá séu náttúrulega getið ríkið tekið ákvörðun stæði en meiri vafi, segir hann eins og lögfræðingum kannt að orða hlutina þegar þeir vilja svona kveikja á upplýsunum og meiri vafi ríkir þá einkarétt. Og sömuleiðis náttúrulega lögðum við svona spurningar málsmeðferð, það að segja andmælareglu og rannsóknarreglu og leiðbeiningarskyldu og meðalhóf og hann leggur mikla áherslu á þetta allt saman og ekki síst á meðalhófið, en þegar aðeins á það þá er ekkert meðalhófið í þessu máli. Þetta lagt á öll fyrirtæki af hvaða tegund sem þau eru, hvort það eru samvinnufélög, hlutafélög, einkahlutafélög eða samlagsfélög og þetta eru aðfararhæfar kröfur. Það er ekki þannig að menn geti kært þessa ákvörðun til æðra stjórnvalds, það er sérstaklega tekið fram, menn sem ekki vilja unna þessu verða að leita til dómstóla og það segir náttúrulega hver með öðru í hendi sér að það er þetta miklu meiri fyrirhöfn og miklu meiri kostnaður að dómstóla veit eftir að kæra til æðra stjórnvalds. Það er út af fyrir sig líka ákveðið fyrirhöfn og kostnaður sem fylgir því. Þannig að það er alveg saman hvað leitað að meðalhófið í þessu máli, það bara finnst þeim. Þetta er eins og maður mætti segja, það er harkan 6 og það eru undantekningarefningar og mjög nærri gengið að fyrirtæki til þess að ná einhverju þjóðfélagslegum markmiði. En kannski er það svo að það væri affarasafast eins og Stefán Már bendur á að leita nú mildari úrræða og fara vægari leið og hafa upp í jákvæða hvatningu eða eitthvað í þeim sem gæti dugað. Síðan eru þarna fullyrðingar af hálfu flutningsmanna þessa mál sem hlutirnir séu svona og svona í Noregi án þess að það hafi verið lögð fram nokkur einustu gögn það hafa engin gögn verið lögð þar til að mynda hvert er hlutfall kynja í stjórn félaga sem eru skráð hér á hlutabréfamarkaði. Það fyrir sig er mjög áhugaverð spurning. Þannig að þetta mál er ekki, það er ekki eins og það sé rannsakað að einu eða einu leyti fyrir atbeinu okkar Miðflokksmanna að þá liggur fyrir álit Stefáns Más sem eru samfellt viðvörunarorð það að þetta geti rekist á ákvæði stjórnarskrárinnar og að það sé ekki gert meðalhófs og að það hefði ekki verið sýnt fram á að það megi ekki ná þessum markmiðum með
mildar aðferðum og vægari leiðum og kannski jákvæðari. En við bara sjáum hvernig þetta fer. Ég lít þannig á að það yrði í raun og veru stjórnarflokkunum öllum til mikið þannig sögurnar okkar í gegn og náttúrulega alveg stór neysla fyrir Sjálfstæðisflokkinn, þannig að við skulum sjá hvernig hann mun bregðast við, en öllum má vera það ljóst að eina fyrirstaðan sem hefur verið í málinu þangað til að málið kom í umræðu í þessari viku sem við erum nú að tala saman, að þá var eina viðnámið í þessu máli af hálfu Miðflokksins.